Komið sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag laugardagurinn 20. september 2025 og Bitcoin í $115.789. Og hjá mér sestur Víkingur Hauksson, Bitcoin sérfræðingur og fjárfestir. Vertu velkomin Víkingur. Takk hérlega fyrir. Gaman að fá þig aftur. Þú var svona einn af þessum OG gestum í hlaðvarpi Myntkaupa. Já, það er líka bara mjög gaman að koma aftur og ég búin að bíða spenntur eftir þessu spjalli að fá að tilla mér aftur og fara yfir málin. Já, við vissum alveg að við myndum hittast aftur og líklega erum við ekki að hittast í síðasta skipti í þessu þætti. Það var gaman frá því að segja að við töluðum saman síðast 5. nóvember 2023 og ég veit ekki hversu oft ég hef bent fólki á að hlusta á hana þátt, ef maður rétt á heitir hann af hverju skipti Bitcoin máli og eins og vorum að spjalla hans hérna árum byrjum að taka upp að þó svo að vissulega góð vísa verði sjaldan of oft kveðin, þá verður maður stundum pínu þreyttur að vera alltaf að telja upp grundvallaratriði hérna Bitcoin. Algjörlega. Eins góðu þau eru, þannig ég eiginlega bara alltaf þegar fólk að tala við mig, þá bendi ég alltaf á þennan þátt og hann ótrúlega góður bara, þú veist, þegar fólk bara, við erum enn alltaf að fá eðlilega, mörg símtöl, tölvupósta og fólk vil bara fá vita eins og hvað þetta og ég segi svo oft, þetta náttúrulega veltur á bara aðstæðum og stundum ef maður í skapi til að taka klukkutíma símtal í vinnunni eða hvað skilur eða hérna eftir í hversu mikið að gera, en ég segi ég vil bara hlusta á hana þátt og mjög oft hefur það fólk samband eftir að hlusta á hann og þá komið miklu meiri grundvöllur skilur til að eiga svona skynsamlegri samræður. Akkurat. En ég vil hérna rifja þessu upp nokkur atriði. Fyrir að fyrsta verðið á gengi Bitcoin var $35.000. Þannig að við erum að svona 3,5-földun cirka frá því. Og þú talaðir, og ég held að það sé erfitt að neita því að þú hafir átt rétt fyrir þér, að þú talaðir að sem sagt, ég spurði þig hvar ert að sjá, hvernig ert að meta markaðan akkurat núna, þá. Og þú talar að það verður svona pre-bull market bólamarket early bull svona, og þá þetta hvað erum við að fara að tala núna við erum búinir að taka fyrir grundvallaratriðin akkurat og núna, ég er mjög spenntur sjálfur fyrir þessum þætti því að hér eru með glærur þetta runni fyrsti sinna tegundar þessi þáttur þar sem við erum að fara yfir glærur og spjallum þær og eins og það heita veldislögmál Bitcoin. Þannig að ég mjög spenntur. Þetta fyrirbæri sem ég stúdraði eitthvað en ekki nálægt í eins mikið og þú. Þannig að ég svolítið að fara að setjast í skólastólinn að einhverju leyti. En ég bara sendi boltana þessi yfir á þig, Víkingur, og hvað segirðu? Hvaða glærur eru þetta hérna? Já, takk fyrir. Þetta er stórmál ég búin að vera mjög spenntur bara að koma og segja frá þessu og þér sérstaklega þetta ekki eitthvað sem ég hef uppgötvað þetta er svona margir á Twitter sem hafa verið að fylgja sem hafa verið að tala þetta og ég hef svona verið í þessum glærupakka ákveðið að reyna að taka þetta bara svolítið saman og koma þessu til Íslendinga að þetta hefur svona verið að kveikja á perum hjá mér og fínt að hinn þátturinn okkar var svona fundamentalinn, svona byrjunar þáttur og meira kannski svona heimspeki eða svona hugmyndafræði en hérna eru kannski komnir meira í bara actual gögn og svona þetta er pínu til að byrja með svolítið starffræðilegt en ég reyni að hafa þetta á mannamáli en þetta er veldislögmál Bitcoin sem við ætlum að byrja að fjalla þessum hérna. Og þessi lína hérna, ég þykir skilja það að þessi lína sem að rokka svona upp og niður, það augljóslega gengi Bitcoin. Akkurat. Og þessi gula lína þá væntanlega hvernig Bitcoin ætti að vera þróast, verða ætti að vera þróast samkvæmt þessu veldislögmáli, gerir ráð fyrir. Algjörlega. Og við förum kannski bara í fyrstu glæruna
Já, það hérna eitt áður, ég hefði viljað að ég hefði stúderað þetta graf hérna, sko 2021 árin ég maksaði allar heimildi mínar hjá bankanum og keypti Bitcoin 2001 á $60,000. Það hefur verið ágætt að sjá og ég værum talsett yfir fair value þá. Já, ég nefnilega algjörlega sammála sko. Ef við byrjum á að segja, bara áður við byrjum þetta, það mitt hérna 2001 var maður alveg bara max það væri að fara í $300,000 og ég held að þetta væri að fara í 200 lágmark eða hvað sko og hérna ég mani mitt í lasgrein veldislumalið í þeim bólamarkaði og leiðu þess á diminishing returns og bara svona ég lokaði bara, ég vildi ekki sjá það bara, nei, ég var bara stock to flow, plan B í vagninum bara exponential áfram upp þannig að, já en svo var maður náttúrulega hömblaður, harkalega heldur betur það var ekki að gera þess rætt maður þorði að vona þá var mann ég að lesa hana aftur og þá bara svona, ok ég hefði að lesa hana með opnum huga Já, en sérðu hvað þetta satt magna þetta er það sem er svo fallegt og krefjandi og erfitt við Bitcoin er að þú veist skilur þú varst orðin alveg legit sko Bitcoin expert á þessum tíma, skilur mig en þetta er bara svo mikil skóli og mikil vegferð að fara í að þú veist, þú varst ekkit fullnum að þá og við skulum ekkit fullnum hvort að við séum fullnum að núna í dag, skilur en við erum allavega við erum allavega að læra og við erum að minnsta það er jákvæmt að það sem maður er að tala um í dag verður úrælt kannski til 10 ára, það er maður að þróast og læra þannig að bara, ekki sérna væna en að bara byrja á fyrstu glærunni Kerum þið í gang, þá ætlum ég áðurum fyrir mig vikunni að bara spjalla hvað er veldislögmál, hvað þýðir það þannig að við förum á næstu glæru bara Veldislögmál segir til ólínuleg tengsl tveggja breyta þar sem önnu breytan breytist í veldisvísi af hinni Þetta ljómar örugglega svo kínverska fyrir mörgum Þetta er svolítið starffræðilegt Já, þetta er svolítið starffræðilegt og formálinn sjá þennar fyrir neðan við ætlum ekki að kafa djúpt í hana akkurat núna allavega en ef við skoðum þetta mannamáli, ef við tölum fyrst bara línuleg tengsl, þú veist, þá ertu með kannski eins og gott dæmi nýfætt barn sem er kannski 50 cm á stærð. Ef að hæðin á barninu myndi tvöfaldast og hausinn á því myndi þá tvöfaldast líka, þá erum við línuleg tengsl á milli líkamsstærðar og höfuðs. Líkaminn myndi svo aftur tvöfaldast og hausinn myndi þá aftur tvöfaldast líka, þá erum við þessi línulegu tengsl. En í þetta dæmi sem ég tók þar eru ólínuleg tengsl þar er í rauninni þegar líka með tvöfaldast þá er hausinn kannski stækkun 10-15%. Ég skil. Þannig að ólínuleg tengsl eru bara tengsl sem er ekki línulegur annarkvort minna eða meira en það er ekki öll ólínuleg tengsl veldislögmál en það er rauninni saga en veldislögmál er eitthvað svona fundamental á bakvið og það er eins og sé einhverjir svona undirleikindi ferlar sem að er sem að orsakaðu þau séu til staðar og oft er það kannski eitthvað sem er nokkuð mælanlegt að augljóst af hverju en stundum er það bara svona er þetta bara og þetta er bara eins og eitthvað náttúrulögmál og það finnast veldislögmál út allt í náttúrunni og í netkerfum eins og borgum Já, ég hef einmitt heyrt alveg þetta og eitthvað með, held ég, líka plánetur og eitthvað annað, það er sjúga massa og svo ég er einmitt meina að glæna það eftir og þegar þau finnast og sérstaklega hafa verið til yfir langan tíma eða margar stærðagráður eins og við tölum order of magnitude tölum betur það eftir þá er það er ólíklega tilvílun þetta er ekki einhver lína á blaði það er eitthvað fundamental process í gangi þannig að undirliggjandi sko Þannig við förum bara, ég held að það sé fínt að fara bara strax í einhver dæmi. Já. Þannig við förum á næstu glæru. Þetta er fyrsta dæmið sem við með. Já, einmitt. Þarna erum við með veldislögmál, sem sagt, á milli stærðarborga og fjölda bensinstöða í þeim. Og formálinn er hann uppi, við sjáum að veldisvísin er 0,77. Þannig að með þessu veldislögmáli ef þeir gefin stærð á einhverju borg þá getur þau með þessari formúlu pluggaði inn og fundi bara út roughly samt pretty nákvæmt hversu marga bensinstöðar eru í borginni og þetta er óháð Evrópu, Asíu þetta er út allan heim borgir út allan heim
Það fylgja þessu lögmáli. Það fylgja þessi tengsl á milli samt fjölda bensinstöða og stærðarinnar fylgja þessu lögmáli hvað sem verður í heiminum. Þvílíkt mismunandi menningar skilur samt einhvern veginn helst þetta og þessi tengsl lýsir það þannig að þegar í rauninni stærð borgar tvöfaldast þá aukast bensinstöðar um 70%. Já. Væri ég að skilja rétt ef ég myndi halda að myndi þá aukast um 77% ef ég er að skilja þessa jöfnu? Veldisvísin er ekki alveg það er yfirleitt ekki alveg akkurat þessi 77, þessi myndi vera aðeins minna kringum 70 en já, þetta finnst mér svo ótrúlega merkilegt að því að það er ekki eins og einhver sé fyrstalega örgulega mjög fáið sem vita á þessu lögmáli og í örulega þó þið vita því það er ekki eins og sé að reyna að framfylgja því þannig að það er eins og það sé að fanga einhvern veginn bara fundamentally hvernig flókið kerfið eins og borg svona skipulegur sjálft sig bara það er einhverja alls konar ángar sem að koma hana saman og þetta verður niðurstaðan og það er fleira sem er veldislögmáli í borgum eins og til dæmis glæpatíðni innkoma það eru tengst veldislögmáli milli innkoma og stærðarborgar og glæpatíðni og stærðarborgar bensinstöðar stærðarborgar, það er fullt af hlutum sem að einhvern veginn eru veldislögmál í borgum já. En sko, þú veist, þar að því að eins og ég hef alveg hlusta aðeins á hlaðvörpum þetta, skilurðu en þetta er samt svona, ég hef ekki tekið svona deep dive eins og erum að fara núna í þetta sko, en ég bara velti fyrir mér að því að ég man þó eftir því, þegar ég var að hlusta á þetta að það væri sláandi hvað það væri lítið frávik frá þessu veldislögmáli, það er að segja þú veist, þú ættir raunverulega að geta bara lagt þetta á bara langflestar borgir og þú ert ekki að sjá mikið af hérna frávikum. En ég verður svolítið fórnað þegar ég hugsa með bensinstöðar því það er svo svona einhvern myndi ég halda væri ekki eins margir þættir að verkum, þannig að mér svona en hvernig, að þú bara nefndi glæpatíðni og svona, þar myndi ég halda að væri svo þú veist, ég myndi einhvern halda að frávikin væri talsveit fleiri þar að því að, þú veist, ég myndi bara halda að eitthvað þú veist, það væri eitthvað meir en bara stærð borgarna sem myndi segja til það en stjórnmálin þar eða gildin eða, þú veist Akkurat, ég var ekki með glæri glæpatíðni og var ekki búin að kafa nógu djúpt í það, sko en það var bara punktur, ég get ekki svarað því, sko en þetta mér finnst það alltaf merkilegt ekki spurning að þú ert kannski með borg einhverja random borg, svo ertu með borg sem er 10 sinnum stærri svo ertu með borg sem er 100 sinnum stærri og ég vel 1000 sinnum stærri þú finnir hlutfalla bensinstöðu og hlutfalli er alltaf eins þú veist, í gegnum allar þessar stærðargráður og ef við skoðum þessa glæru þá er þetta svona þessi gröf þegar við tökum þú hérna hefur heyrt logarithmik kvarða svona eins og sérð Bitcoin-tjartið sem er svona kurva þá er búið að taka logarithmik kvarða af verðinu þegar við tökum logarithmik kvarða á svona x og y-ás eins og í þessari mynd þá fáum við þessa beinu línu ef við fáum beina línu í log grafi logarithmik kvarðið á báðum ásum þá er að tala veldislögmál þá sjáum við það svona visually já, einmitt ef við vindum okkur bara í næsta dæmi held ég hérna er einmitt þriðja lögmál Keples annað hérna veldislögmál þetta kemur af náttúrun hendi þetta er augljóslega ekki netkerfi þetta er þetta lögmál sem sagt segir til hérna breytunar í þessu lögmál er fjarlægð reikistjarnar frá sólu í sólkerfinu okkar og tíminn sem það tekur hann að fara í kringum sóluna og tengslinu þannig er þegar að fjarlægðin frá sólu tvöfaldast þá tæplega held ég veldur 1,5 tæplega þrefaldast hérna tíminn sem það tekur reikistjarnar að fara í kringum sóluna þannig að þetta er bara svona eitt áhugavert veldislögmál til að henda inn líka við sjáum að veldisvísirinn í formúlinu 1,5 hana og það eru er það ekki náði rétt að eru þeir að fara hraðar almennt á þær sem eftir sem fara fjær eða er það hægar sorry þegar er fjarlægin tvöfaldast frá sólu
þá tæplega þrefaldast tíminn sem það tekur að færa í kringum hana og það eru fleiri ég var ekki fleiri glærur það eins og með bensinstöðvarnar en það eru fleiri lögmál sem finnast líka í náttúrunni veldislögmál eins og til dæmis á milli stærð á dýrum og hversu mikla orku þau þurfa að innbera og þá ertu með kannski bara eitthvað pínlítið dýr bara eins og mús og alveg upp í fíl og allar stærðinar á milli og hlutfallið helst í gegnum allar þessar stærðir og það er eitthvað aðeins það er sublíniar, það er minna en línuleg tengsl en veldislögmál sem er merkilegt líka og svo eru til dæmis jarðskjálftar líka sem að fylgja veldislögmáli með við stærð og þá tíðni breytun eru þá því stærri sem hann er því sjaldnar er hann og í gegnum allar stærðinar á jarðskjálftum þá eru við með veldislögmál milli stærðarinnar og tíðni þannig að þetta er svona í mörgum netkjörum mörg sem finnast í náttúrunni líka og við fyrir svo á næstu glæru þá eru við komið með kannski veldislögmál sem að líkist Bitcoin hvað best enna eru við komið með veldislögmál sem að sýnir vöxt internetins og hér eru tengslin við sjáum að veldisvísinin er 4,6 og hér eru breyturinn á tværurinn bara ár frá upphafi internetins og fjölda notenda og tengslin lýsa sig þannig í þessu veldislögmáli að þegar árin frá upphafi tvöfaldast þá cirka 24-faldast fjöldi notenda þegar árin frá upphafi tvöfaldast já, þannig að gerist mjög hratt í byrjun akkurat og svo diminishing akkurat og það er akkurat konceptið með veldislögmáli eða svona faktor í veldislögmáli já þannig að þú veist, ef ímyndaðir internetið er 2 ára gamalt þá tekur bara 2 ári viðbót til að 24-falda notenduna ef það er 10 ára þá tekur það 10 ári viðbót að 24-falda notenduna og svo kollega það tekur alltaf lengri tíma sem að make a fullkomið sens ef maður er ekki með einhvern Max Bullis gleru á sér en hér verður að því að ég var nefnd að hugsa sko, með hínaglærunar að þú veist, ég set mér oft í spór sko, þeirra sem eru anti skiluru, fattaru og skeptískir sem er bara gott að vera sko, þú veist að þá var svona en hér er svona verið að reyna þú veist, ég ætla ekki að efast þetta skiluru en það er einhvern reyna að þú veist pússa þessu og heimfæra þetta og svona þvinga það yfir á Bitcoin skiluru en svo hér eru við klárlega komin í eitthvað space sem er sannarlega nærtækara sambærilegra, etc. Það verður mjög áhugavert að ég þykist vita að eventually eru að fara að sjá Bitcoin chartið sko. En þetta er já, fínt að hafa hinn líka til að sjá, reyna átt að sjá bara hægt og rólega líka hvað þetta er og fleiri dæmi. Af því að sko, þú veist, eitt sem maður heyri svo oft þegar að vera að tala um Bitcoin, bara ég minna, maður er stöðugt að heyra þegar að vera að tala um hversu hratt þetta adoption er að gerast á Bitcoin. Þá tala menn svo mikið um að þetta er að vera að adopta þetta hraðar en internetið. Og ég velti fyrir mér sko á hverju er sú fullring byggð, er hún byggð á ég get sagt, hún er ekki byggð á gögnum allavega. Nei. Internetið var adopta hraðar, allavega með við ég kem aðeins betur að því inn á Bitcoin-glærun eftir en svona með við bara notendurna þá var internetið adopta hraðar þetta er alveg crazy adoption á þessu sko, enda ég meina heimur núna er bara internet heimur skilur við og internetið er líka, þú pluggar á internetið og þá ert ekki að fara að afplugga þig sko. Nei, þetta er svo easy var kannski easy í byrjun en það er svo auðvelt að koma sér á internetið og svo ert ekki að fara af því þetta er ekki peningur sem maður er kannski að tapa og eins og með Bitcoin og adoptar Bitcoin kannski í búlurni sem adoptar það núna eða í 200k eða eitthvað svo fáum við kannski 50% drop og þá bara heyrðu ég get ekki lengur og bara unadoptar þetta skilur þá bara klokkar þið út og kemur svo kannski inn aftur fyrir þetta 5 ár þannig að mér finnst alveg lógist að interneti hafi verið að vaksa sæðar en ég var inn að þessum sem var einmitt að fulllega bara að vera með nýtt að baka við að Bitcoin hljóta að adopta hraðar því núna höfum við interneti til að dreifa upplýsingunum skilur
en ef maður skoðar hérna gögnin þá það bara því miður ekki raunin sko. Nei, en ég meina því miður og ekki því miður Já, en bæði veldislögumál lengur síður og veldislögumál það svo þú veist, veldislögumál ertu komið miklu hraðir en alltaf fyrir þetta veldisvísinum en eins og í tilfelli internetins og Bitcoin þú komið miklu hraðir vöxt en línulegan en þú samt ekki með exponential en bara út í algeiminn skilur það sem að eins og hann Giovanni á Twitter talar oft að þú veist, exponential kannski meira svona eins og fyrirtæki vex hratt en hreinur svo kannski hratt en veldisvöxtur meira svona stöðugur hægt og rólega en samt fáránlega hratt skilur en það svona miklu stöðuri og náttúrulegri vöxtur fattar ég skil og eins og bara borgir fattar einmitt þannig að þetta lögmáli, veldislögmáli internetins það sem að við vorum með ég segja aftur cirka þegar að ár frá upphafi internetins tvöfaldast þá cirka 24-faldast fjöldi notenda við sjáum samt hana internetinu það eins og sé örlítil svona S-kurva eða svona við sjáum alveg að þó að heildartrendið sé þetta veldislögmál þá sjáum við samt alveg að í miðjunni var þetta klálega að vaksa hraðar heldur en það núna í lokin sem að það var komið greinilega örlítið meiri sveifla innan veldislögmálsins en núna þetta aðeins búið að dofna skiljanlega en svo eru pínu fróðald að fylgjast með þessu líka með AI og velmenn og svona hvort að þau fara að telja sem notendur eða eitthvað, maður veit ekki hvort þetta haldist eða hvort þetta einmitt bara fjari núna út Ein svona áhverja pæling sem var bara að kvikna í hausnum á mig núna þegar ég að eitthvað horfa á þetta og pæla í þessu þú veist, tala maður enn að það sé verið að adopta internetið eða skilur, þetta þessi kurva enn í gang og maður hugsaður að internetið bara það eitthvað þú veist, þú nánast komin í 100% adoption nánast akkurat. En þú veist, hvað þarf pælingunum mína? Já, algjörlega, það náttúrulega alltaf aukast fólk í heiminum hann alltaf einhver adoption en við sjáum það líka bara á þessu grafi hvað búið að hægjast á því undanverið sko, og þetta lúkkar svona eins og þetta sé bara að veldislögmáli sé bara að fara að segja bless sko að það ekkert gefið öll veldislögmál eins og reikistjörnur í sólkerfinu sé að endast eilífu sko. Einmitt, þú getur umlega komið á okkur stað með veldislögmáli en svo dálítið myndi það ég vel halda áhrifum að vaksa en ekkert endilega í veldisvext það er ekkert garantít að veldislögmál haldist eins og segir forever. Nei, og tala nú ekki eins og veldislögmál Bitcoina sem við erum með að mæla gegn dollara sem að við veitum ekkert hvað er að fara að gera næstu 50 ár sko. Nei, einmitt. Þannig að en við komum betur á því á eftir. Já, heyrðu við ekki að fara að vinda okkur á bara í Bitcoin eða? Jú, veldislögmál Bitcoin. Ok, fyrsta veldislögmáli sem ég ætla að sýna hérna er á milli tímans frá upphafi og fjölda adressa í kerfinu. Það sem adress örgulega flestir sem eru að hlusta að vita en adress er svona eins og bara bankareiningur. Þannig séð. Og til að einfalda þetta er alveg svona, svolítið mikil einföldun kannski en hægt að hugsa að adressa sé einstaklingur. Það eru einstaklingar með margar adressur það eru líka fyllt af stórum kaupöllum sem eru með marga einstaklinga á einu adressu. Þannig að það geti eitthvað balansur út en ég þóra ekki alveg að fullera það, ég hef ekki skoðað þau gögn. En þetta veldislögmál er sem þetta frá milli tímas frá upphafi og fjölda adressa í kerfinu. Veldisvísun er þannig 3,2 sem þýðir að þegar tíminn frá upphafi tvöfaldast þá cirka 8-faldast fjöldi adressa. Það munar svona svakalega, ég man það að hintala var 4,6 internetið, það munar svona svakalegu á 3,2 það munar ótrúlega miklu og ef við einföldum þetta og ímyndum okkur þetta sér notendur þá sjá internetið var með 24-földun en adressunar eru með 8-földun en það sem mér finnst ótrúlega skemmtileg staðreynd með þetta lögmál er að in real life hafa veirusýkingar eins og til dæmis HIV og Ebola á einhverjum tímapunkti í sínu dreifingar að smittferli fyllt veldislögmáli með veldisvísu 3 cirka svona sem mér finnst mjög áhugavert af því að við Bitcoinar höfum oft líkt Bitcoin við mindvirus einmitt
þannig hérna, með þessar veirusýkingar þar sem þú ferð í vinnuna og smita fólk, skilurðu og ert að smita með sama hraða í rauninni, sama veldislögmáli og þú ert að fá vírusin í hausina og ert að segja öllu vinninu frá því, skilur. Mér finnst það mjög áhugavert. Já, kannski ekki samlíking sem maður svona sniðut að halda mjög mikið á lofti en ég fatta punktinn. Alls ekki, þetta er bara, þetta er skemmtilegt. Þetta er út frá svona starffræðinni og svona fræðinni mjög áhugavert og ég þú veist, þetta er klárlega þessi veiru samlíking með Bitcoin er alveg 100% mjög áhugaverð og virkar í raun og veru eins þó svo að bara hugtaki veira er eðlilega svona neikvætt gildislaði sko. Já, algjörlega. En ok, þannig að þetta er á þegar tíminn tvöfaldast þá áttfaldast fjöldi adressa. Já, og þetta, er í rauninni bara gögnin að sína. Já. Og maður sér þetta er að það er einhver sveiflaðana þarna svo virðist það sem í byrjun hafið það verið þetta að vaksa, ef ég skildi það rétt, í byrjun var þetta að vaksa talsveit hægar heldur en samkvæmt veldislögmáli og svo kemur hann aðeins fyrir hraðar og svo tekur mjög langur tími við sem að bara fylgir veldislögmáli eða bara ákkurat ef ég er að skilja þetta nokkuð einn rétt sko. Akkurat. Ok. Þannig að þetta er svona fyrsta sem ég vildi sína með Bitcoin. Tíma svo upphæfi og adressa. Já, einmitt. Og við förum svo í næsta. Þá eru komið tengingu á milli adressa í kerfinu og Bitcoin versins. Ok. Veldisvísin er 1,8 og það sem er áhugavert og í rauninni sambyrjalegt við önnur veldislögmál með þetta er að þetta er í rauninni Metcalfe's law, hefur heyrt það? Já. Sem er rauninni segir að... Það er ekki treysta skilgrina en nei, það er rauninni segir að netkerfi, að virði netkerfis sé hlutfallslega samengi við fjölda notenda í öðru veldi. Einmitt, já. Og við erum með hana veldi sem 1,8 sem er svona röfli annað veldi sem er mjög áhugavert af því að við erum að tala um adressu sem notendur og þá erum við þetta veldislögmál með adressa og versins sem er basically þetta Metcalfe's law. Einmitt. En tengslinn lýsir sem þannig í þessu lögmáli að þegar adressunar í kerfinu tvöfaldast þá er verðið að cirka fjórfaldast. Já, við vorum á hann í tíminn tvöfaldast verðið áttfaldast nú voru komin í tíminn tvöfaldast verðið fjórfaldast. Akkurat. Ok. Sem ef þú myndir hafa ennið hana ef þú myndir setja 2 þar þetta er ég að fara með fleipur 1,8. Það er svona röfli, væntalega. Jú, röfli, einmitt. Já, einmitt. Væri væntalega ákkurat fjórföldun eða verið 2 eða eitthvað svo leið. Já. Einmitt, ok. 16. Jú, röfli, einmitt. Og þetta er, og mekanismin er þessi að þú getur einmitt, þú veist, að því að verðið augljóslega eins og sjáum hérna sveiflast mikið og er stundum yfir, greinilega langt yfir þarna sem þetta ætti að vera að fylgja nákvæmum veldisvækti en punkturinn er að það er hægt að fullera veldislögmál sé að ræða ef þú getur sett, þú veist, póla þarna á sikkun endan og dreigi beina línu upp. Í log-log-grafi, já. Akkurat. Okay. Og þannig að bara til að ég skilji það líka betur að þú veist, segjum að verði núna hann á endanum væri ekki hann á toppnum heldur væri bara segjum alveg þú veist, segjum bara hann á hérna næst neðsta strikinu hann að niðri skilur þú veist, þá væri ekki eftir að tala lengur veldislögmál. Nei. Þetta þolir eitthvað frávik en það var komið svona langan tíma og verðið væri núna bara, ég segjum bara verðið á Bitcoin væri í $20,000 núna þá auðvitað væri ekki eftir að tala vöxt í veldislögmál. Nei, alls ekki sko. Einmitt. Og þetta eru einhver frávik en veldislögmáli virðist tósa í verðið ef það fyrir fyrir, þá virðist að koma aftur að veldislögmálinu og ef það komir langt fyrir neðan þá virðist að sækja upp í það sko. Og það er þetta sem við tölum sem fair value. Já, akkurat. Og þetta verðist vera svona einhvern veginn eins konar þyngdarafl eða akkeri sko. Og við fundum það bara eins og segja, talaðum tilfinning sem var bara svona ekki hægt að finna eitthvað betra orðað á tilfinningu en bara maður var hömbleiraður hana 2021, 2022 sko og sérstaklega 2022 reyndar sko að því að
í byrjun árs 2022 þá var maður ennsamt, þú veist, delusional sko, bara neinin, þetta er ekki að fara niður þetta, svo bara, þú veist, og ég mani ég átti í samræði við þig sko, við vorum búin að vera að tala mikið svona saman í gegnum droppið sko, þú veist, svo var þetta komið í 15 og 5 og þá voru við bara svona, þú veist, þetta gæti fara undir 10, maður veit það ekki, þetta gæti fara undir 10K, þú veist, bara, at that point, hvað veit maður, fyrst að maður bara svona, ok, það er auðvitað komið bearmarketin, ég held að 30K haldi, svo ég held að ekki á móki 20K heldur garantít sko. Þetta er einhvern veginn þegar berin kemur inn þá verður hann alltaf verið en maður reyna með einmitt og hérna en ok, þannig að núna þetta græði verið að enda alltaf eins og þetta draga núna, þá er þetta bara ákkurat þar sem þetta samkvæmt veldislögmáli á að vera. Já, þetta er svona ársgamalt gráðrindar, ég tók þetta frá því ég skrifaði grein hennar á Vísi veldislögmáli fyrir svona ári síðan. Já, ég man að þetta er grein, einmitt. Þannig að þetta er ekki alveg upp til þetta graf en Bitcoin grafið það sko. Já. En já, ef við tökum þetta saman núna þá eru komið veldislögmál á milli tímans frá upphafi og adressa og svo frá adressum yfir í verð. Þannig að við tökum þessi tvö saman þá eru komin í tengingu í gegnum adressunar frá á milli tímans frá upphafi og yfir í verðið sem er þá næsta glæra. Og við skoðum hana. Ok, tími og verð, ok. Þannig og þetta er aðalgrafið. Já, þetta er svona the holy grail veldislögmál ef maður er að horfa á verðið með Bitcoin sko. Einmitt. Þannig að, og sjáum að veldisvísinu þannig komin í 5,76. Já, internet var 6,4, var það ekki? Það var 4, eitthvað. Það var 4,6. Já, það var 4,6. Akkurat. Þannig að þetta veldislögmál er sem þetta milli tímans frá upphafi. Já. Og verðsins og það lýsir sig þannig að þegar tíminn fara upp að við tvöfaldast þá cirka 55-faldast verðið. Þannig að þegar menn segja að adoptionið, að adopta Bitcoin hraðar en internetið kann þá ekki vera menn sé að hægræða aðeins sannleikanum, svindla aðeins mögulega. Og segja með við verðið. Akkurat. Það var rétt að segja það, með við verðið. Einmitt. En það var náttúrulega svolítið erfitt að verðleggja internetið, eða þú veist, þetta er ekki alveg sambarlegt. En það er einmitt eins og einn breskur stjórnmálamaður, frekar en bandarískur, sagði sko að lygin hefur 3 stig, það er almenn lygi, haugalýgi og svo tölfræði. af því að maður getur alltaf fengið ykkur niðurstu, en ég held einmitt þannig að þetta kom eitthvað svona gögn sko, sem væri hægt að með svona smá þvingun segja, þetta sé að adopta þetta hraðar en internetið, en þetta er eðlilegra að tala notendur. Já, algjörlega. En ég held kannski samt að munurinn samt svona til að ég svona sína einn smáskilning sem vilja slengja þessari algengu fullyrðingu fram. Já. Er að kannski munurinn sko, auðvitað getur sagt það líka internetið, en hérna, það er svo mikill, þú veist, ok, auðvitað getur sagt að ég meina, við erum sannarlega tilenga okkur Bitcoin, við tveir, skiluru, we live it, breathe it, sleep it, skiluru, og auðvitað maður sem, þú veist, á $100 í líka tilenga sér Bitcoin, en hérna, kannski ekki alveg mikið, sko, skiluru, og þá, þú veist, verðið kannski tekur meira tillit til þess, skiluru, að sem sagt, þú veist, þá færðu inn í það mennina sem að tilenga sér þetta svo mikið, að setja mjög mikinn pening í þetta, setja vel alveg sinni í þetta, ef þú svona fattar hvert þér að fara með þetta, versus hitt kannski bara að telja fjölda nótenda sem allir hafa mikið vægi. Ég segi maður væri, þú veist, nú er verið að tala um að það eru nokkur 100 milljónir í heiminum sem eiga Bitcoin, þú veist, en það væri ekkert fair að segja að Bitcoin var á sama stað, segjum bara allir ættu $10 í Bitcoin og engin ætti meira, skilur, þá væri svo tala ekkert mjög merkileg, skilur, hún er merkileg að hún bæðir hún gríðarlega mikill fjöldi, þar sem þú ert með fullt af einstaklingum sem eru bara með vel undir $100, fullt af fólki í heiminum bara sem er með hérna mjög lítið í þessu, en þú ert líka með fólk sem er með gríðarlega mikið í þessu, þú ert með fyrirtæki, þú ert með BlackRock, þú ert með Michael Saylor og svo, þú veist, þannig að ég sympatísera smá með þeim sem allar að segja að það sé að adopta Bitcoin hraðar en internetið. Já, ég skilji. Ég er ekki hvort það sé endilega rétt eða ekki, skilur, en þú veist, er eins og með margt að færa rök með á móti. Akkurat, heyrðu, já, þetta er svona, já, ef við rýmum þetta upp, þegar tíminn frá upphæðu tvöfaldast, þá cirka 55-faldast verðið. Þannig að eins og með interneti, þá ertu með, ef Bitcoin er 2 ára gamalt, þá tekur bara 2 ári viðbót að tvöfaldaldurinn, þannig að tekur bara 2 ári viðbót að fá þess að 55-földun. Þá er orðið 4 ára. Þannig að það tekur 4 ári viðbót að fá tvöfaldun,
þannig að þetta tekur 4 ára að fá þess að 55-földun og svo kolli á kolli þannig að núna eins og ef við tökum núna 16 ára sem þýðir þá að ef þú myndir koma með kannski 1 milljón inn í Bitcoin í dag og geima hann í 16 ár þá ætti hún, ef að með þeim fyrirvara að Bitcoin haldi áfram að fylgja þessu veldislögmáli þá ætti það að breytast í 55 milljónir á 16 árum sem 2041 já, sem að 16 ár hljómar langur tími en miðað við aðra fjárfestingar er þetta ennþá rosalega hækkun. Þá að tala svona röfli $6 million Bitcoin ef við tökum gengi ákveðat núna sko. Það væri 100k væri að 55 eða $5.5 million sko. En þetta kannski vel nær $7 million eitthvað svoleiðis. Þetta hljómar alltaf klikkað en eins og ég segi bara svo til fólk það hljómaði klikka líka Bitcoin færi í $100 skilur eitthvað tíma, það hljómaði klikka að Bitcoin færi í $10,000 og ég maður bara þegar ég kom inn í þetta þá hljómaði $100 sannarlega klikkað, nú er orðið þannig að það þykir ömurlegt skilur, það er bara viðstöðunni að vil pirraðir pirraðir yfir því að Bitcoin sé ekki að delivera neinum gains þegar það er bara í 110.000 skilur þannig að við erum og 16 ár er langur tími sko. Við erum að tala myndkomi 5 ára gamalt sko. Akkurat, 16 ára langur tími. 16 ára langur tími. En það er 55-földun. Já, það er rosalegt. 55-földun sko. Þú voru að tala svona, já, allir það var ekki nálægt $7 million Bitcoin með verðið í dag. Veldislögmáli. Og það að Bitcoin verðið, þetta er búið að fylgja sem með svona 95% fylgni sem er R-squared í hérna tölfræði og það að það hefur verið að fylgja þessu síðan að Bitcoin var langt undir $1 í gegnum $0.1 í gegnum $1 í gegnum $10 100, 1000, 10.000 núna 100.000 að þetta lögmál sé að halda í gegnum allar þessar stærða gráður er alveg hjút stíl og ef við berum það saman núna til $1 million það er ein stærða gráð viðbót skilur frá 100 upp í milljón það er búið að fylgja þessu lögmáli kannski 7 stærða gráður og það er ein stærðargráð viðbót til að komast í milljón. Þannig að líkunar á því að þetta haldi áfram að fylgja þessu lögmáli upp í allavega þessa milljón, eina stærðargráð viðbót eða búið að vera að gera ekki 7 eru ansi miklar. Og líka er að þetta veldislögmál var uppgötvað sko, ég held að þessi Giovanni sem ég nefndi á hann var nú einhvern fyrir löngu byrjar að skrifa á Reddit en var ekki komið einhver svona official grein þetta en þessi grein sem ég nefndi á hann las ég heldur 2018 þannig að hún er 7 ára gömul þannig að síðustu 7 ár hefur þetta haldið áfram að fylgja þessu veldislögmáli. Þetta er ótrúlega, ég get rétt ég er nú að setja mig í þín spór sko þegar þú hefur sko svona að rífisita þessi skrif þarna 2022 eða hvað er skilur þetta er verið vantilega svona svakalega intense svona eureka moment skilur sem þú hefur fengið hana bara wow, þú veist svona eins og ykkur segi við mann eitthvað JFK morðið og bara þetta er eitthvað rugl skilur svo allt inni bara ég er búin að leysa gátun eitthvað, ég er að fá svona pínu þannig tilfinningu sko. Það er svolítið þannig og það sem ég held að er að halda fólki frá þessu veldislögmáli er að þetta eru diminishing returns samt er þú segir 55 og ég veit að 16 ára langur tími en þú ert ekki að tala 10-földun skilur þú ert að tala 55-földun og 16 ára er ekki 50 ár skilur þú skilur þetta er fólk á okkar aldri við verðum bara við fyrir vel með okkur á besta aldri og eldra fólk líka skilur ég bara segja þetta er það sem ég ætla að segja með það sem heldur fólki frá þessu er bara að maður þarf bara að kyngja þeirri pillu að Bitcoin hækkanir að taka lengri tíma auðvitað það er orðið gjörsamlega svart og hvítur núna og að reyna að halda einhver öðru fram eins og plan B er en að reyna að halda fram á Twitter með þetta Stock to Flow model það er, ég veit ekki hvort hann sé bara að reyna að halda aðgangnum á lífi eða hvort hann sé bara að ljúga svo rosalega sjálfur sem hann getur ekki orðið í augu við gögnin sko. Ég er alveg hættur að fylgjast með plan B man bara hann sigraði heiminan þegar hann tók ykkur ég man ekki hvað var margir mánuðir í röð sem hann hafði rétt fyrir sér sko. Maður var sannlega bara farin að drink the Kool-Aid sko. en hverju er hann að halda fram notabenni? Er hann bara í hann er bara í einhverju rugli hann er að halda fram 500.000 afrits þennan sækul sem að byrja í fyrra
wow. 500.000 afrit sko. og afrit segir mitt og það ekkert, þú veist, magna með þess að gauðra sko, þú veist, raunveruleikin ekkert að hafa neina áhrif á þessu ég að hugsa, þú veist, egoið það stórt, hann bara getur ekki séð raunveruleikin og sko kaldaðin svo að þá þeir að verða eitthvað einn, þá þeir að falla í sömu gryfju og þessir fíatgaurar sem við erum alltaf að gagnrýna, skilur, að bara ég skil vel að, þú veist, ég tala um þetta sem bólu og vitleysu einhvern tímann skilur, þú veist, 2015 eða eitthvað og jável 17 og svo 18 áttur þitt moment, skilur, og þú veist, á einhverju tíma múti lítur að þurfa bara, þú veist, horfa á hver raunveruleikin og þeir raun að lenda á hinum, þú veist, hinum einu á ásnum, hinum pólum þeir að falla raunverulega í sömu grifju sko. Já, og plan B ekki þú einu, það eru margir maður á Twitter að blasta bara 1 milljón í ári enn on the table og þú veist, þetta bara maður bara, what the hell þetta einhverju rosalegri búblu sko. Þannig að ég las þessa grein aftur að sjá þetta og lesa hana með opnum huga þegar manni blaðran var sprungin og þetta er síðasta sækul þá einhvern veginn bara, kveinaði einhverjum perum. Hvernig var þannig að þú varst komin alveg, þú veist, borð á þennan vagn þegar við spjölluðum í nóvember 23. Þá var þetta búið að gerjast aðeins. Ég var svolítið komin að þennan vagn þá. Þetta er væntanlega svona bara eins og með að tilengja sér bikkunni úr höfuð, að þetta hefur þurft svolítið að ég finna bara núna hvað þetta er búið að svona einhver veginn settlast inn í systemið. Algjörlega. Það er nánast þegar ég finna það eiginlega á orkustíginu þínu, skilur, eða þú fattar mig. Þetta er svona, en þetta er óndilega magnað fyrirbæri. Ég fæ samt ekki, þú veist, ég fæ ekki hennan bömmir sem margir einhver veginn tala sko, með þetta diminishing return af því að, þú veist, ég horfði samt á að enda á deginu, þú veist, þú hefði búin að vera í þessu talsveit sko lengur en ég hvenær komst þinn á þetta? 2017, í maníunni 2017 þú kemur þetta þá, þú veist, ég kem inn í þetta í rauninni kem ég inn í þetta 2020 þá kaupi ég fyrst Bitcoin, en ég byrjaði þú veist, stúdera þetta eitthvað smá í rauninni og verið lítið, en byrjaði aðeins að kynast þetta 2019, þannig að ég eitthvað einn þú veist, ég kaupi fyrst þegar Bitcoin í $8 og þú veist, þannig ég hef aldrei einhver veginn, það var svo fjarlægt fyrir mér að tala eitthvað alveg svona silly lágt verð á Bitcoin, þannig ég hef aldrei tengt við einn bömmur, mér bara finnst það vera, þú veist, þegar þú segir þetta, þú veist, samkvæmt eldíslögmáli að það væri 55 og 16 árum, þú veist, ég er bara gaur, þú veist, í hvað heimi samt ertu, ef þú veist, ert bömd yfir því skilur, það er alltaf reyna að átperforma það í ykkur öðru skilur, þú veist, fattar mig það er ansi mikilli skamtíma af því að líka vantilega þetta virkar þannig að þú veist, hér talum þessa, þegar tíminn tvöfaldast á 55-földunum, vantilega virkar þetta þannig að þú getur þessi aðferð lítur að bjóða upp á að þú bara stoppir geti fundið út hvað fair value væri eftir, skilur 1 ára, eftir 5 ára, eftir 10 ára. Fair value, þetta rokkar þetta að sjálfsögðu, þetta rokkar þetta kring og bara eins og sjáum hér alveg, skilur komum kannski förum betur yfir það aðeins eftir. Ég samt að lesa þetta grafrétt þú veist, það er kannski eitthvað bara BS í mér, en það er eins og þetta sé að rokka minna samt eftir því sem á líður. Hinn hliðin á beinunum náttúrulega með diminishing returns þetta er að vera stöðara. Þetta er að verða örugari fjárfesting fyrir stærri fjárfesta sem er alveg áhvert líka og kannski helst svolítið hendur við veldislögmáli þegar að Bitcoin var $1 þá kannski hefði þurft bara svo fáránlega lítinn pening til að keyra eitthvað rosalega upp og ef þið komið einhver billjónir fjárfestir að kaupa fulli í $1 skilju, hvað er gæst en málið er bara $1 fjárfestir hefur ekki áhuga á Bitcoin í $1 þannig að það er svona Bitcoin einhvern veginn dregur að sér fjármagn í hlutalegu samhengi við stærðis skilju sem er fullkomlega lógist en þetta veldislögmál sem ef við tökum bara núna vöxtin sem er í gangi núna þá er þetta að vaksa núna cirka 40% ári sem þetta fair value eftir 20 ár þá eru komin í cirka 17% ári sem er ennþá alveg nokkuð gott. Það verðist þá ekki vera að Sailor sé greinilega að taka þetta aldrei með þessu, ég finna hann 29% tölu eitthvað á okkur löngum tíma sko, þú talar hann annars vegar 40% núna og svo 17% eftir 20 ár. Ég mani með það Sailor kom með einhverja glærur hana einhverjum fundi og þá var það var svona base case var alveg
nokkuð nálægt veldislögmálinu en hann endur samt ekkert veldislögmál að spurning hvort hann hefði eitthvað verið að kíkja á það er byggja á ykkur allavega þessi, ég meina því að þú tala ég hef oft að tala um tölu, 29% og svo man ég hvað tala um 25 ára eða eitthvað, ég meina þú veist þú tekur ekki 29% bara úr hattinum skilur, myndir maður halda sko. En skrítið að nefni samt ekki þetta, það er eiginlega frekar ólíkt honum en ok þannig að þetta er stórmál að mínu mati og þetta er þetta mun ekki haldast að eilu sérstaklega ekki á móti dollarum held ég Nei. þetta er séns að alltaf það er góð punktur sem þú sagði með $1,000,000 hvað er mikla líkur að það taki sér eina stærðagráði viðbót búið að fara ekki einu 7 einu viðbót og líka að fara í gegnum 7 og hlutalli sé að haldast alltaf eins er alveg ótrúlega sko gegnum lágastöðunguri, gegnum hágastöðunguri gegnum allt föttið, gegnum allt búmið þú veist að svona on average bara er þetta að trukka áfram bara eins og náttúruafl þú veist, þetta er ótrúlega dæmi og þú veist, þegar maður einhvern veginn er komið með þetta svona langtíma veldislögmál, þetta graf bara þá, þú veist, maður veit einhvern veginn bara, þetta er svo fundamental að, þú veist, nánast er relevant hvað er að gerast í fréttum og svona, þú veist, þetta mun trukka áfram þetta með skammtíma sveiflum en, þú veist, þetta eru alltaf einhverja líkur að dollarinn fari í einhverja óðaverðbólgu og sé kannski ekki lengur base case á manni eins og var hana í síðasta bólurinn en þá náttúrulega fer þetta eins og veldislögmálið mælt í Venezuela Buck það er bara kurva upp sko og samanskap ef að Bitcoin-kerfið hættir að virka funksjóna, þá náttúrulega verðið ekki vera að halda þessu veldislögmáli þannig að þetta eru einhverja líkur þetta brotni þú veist, upp eða niður en það er að mínum mati eru langt undir 1% sko Já sérstaklega horfa bara svona næstu 10-15 ár það er kannski eitt bara sem langar að skjóta inn í hérna af því að þú veist ég er svona nokkuð satisfied með þessi mótrök eða áhyggjur skulum við kannski frekar segja af því það er þetta áhyggjur sumir náttúrulega nota þessi mótrök en svona flesti kannski sem áhyggjur það er með quantum computers ég veit að við erum að taka smá dýtur úr þessu en ég bara finnst ég með því hérna því ég veit að þú ert svo mikill tækniþengjandi og tækniglöggur maður sko og ég veit bara þó að við höfum ekki talað um þetta fyrirbæri áður þá veit ég að þú hefur 100% stúderað þetta mikið sko en er þetta eitthvað sem svo að hlustendur sko fylgi er að það eru sumir sem að ágræða því að það sé að verða til tölvur á næstu árum, 5 árum, 10 árum, ég veit það ekki sem mann ykkur það þurfa að vera með 100 qubits eða eitthvað þessar tölvur eða það var hérna einhver svoleiðis kraftur sem það þurfa að búa yfir sem að því ég best veit, það eru langt frá í dag en náðu þær slíkum krafti eða myndum við til dæmis búa yfir þeim krafti í dag að þá gætu þær hakkað sem sagt private keyin þar að segja að það getur komist inn á adressur þessi sem eru varin af þessum private key sem þú getur pikkað upp ykkur 24 random orðið eða eitthvað svo leiðis og Saylor hefur náttúrulega oft talað um þetta en ég heyri nú bara mann nýverið þetta nýverið sem hafði samandum og sagði er ekki eina existential ógnin fyrir Bitcoin sagðan er það ekki quantum computers og ég svaraði þannig ég sagði sko það sem ég allavega að telja mig vita er að það er nú þegar verið að byrja að vinna í því að gera Bitcoin quantum computer resistant og ef þessi tölva sem á ekki vera til í dag en ef einhver bara væri hérna í Norður Kóreu eða eitthvað búin að búa svona tölva sem nokkur myndi vita Bitcoin væri síðasta ágefnið sko, þetta myndi hakka öll kerfi niður langar aðeins bara að spyrja hvernig er þú Ég er alveg sammála því sko, ég held að það sé stóri punkturinn í þessu að Bitcoin verður ekki þú veist, það er ekki áhyggjuna sem þurfum að hafa ef einhver róg aðili kemst yfir einhverja quantum tölvu skilur en það getur bara hakkað öll database það er allt í ruglinu skilur ég ætla ekki að þykjast yfir einhver sérfræðingur í þessu en ég held að sé að alveg talast í þetta ennþá en ég held samt að Bitcoin kerfið verið alltaf búin að uppfæra í taka tíð mest ólíklegt eins og einhverju bíómynd að sé einhverju gæi í kjallara sem er að
bara að búa til einhverja kvantumtölur skilur og ná að gera það undan öllum þessum fáránlega kláru krypto grafi gæjum, dölmálsgæjum sem að vinna að Bitcoin sko. Og ég mynda líka náttúrulega bara núna resourcin, þú veist, nú skilur komið BlackRock og svona skilur sem eru með að detti $100 miljardar assets undir maðursmyndi þeirra ETF og Larry Fink að mæra þetta út allt skilur þú veist, þeir eru alltaf að krönsa bróki, einhverja existensilógnir ok, mögulega þessi, ok, þetta preventa þetta, já, en það svona mikið að bara, þú veist, við bara gerum það, skilur Svo er þetta alltaf með game theory, skilur og kemst þið í kvantum, akkur fyrir ekki bara mæna það er einmitt það sem ég segi bara gera kerfið örugara sóparaði koni einmitt þetta er difficulty adjustment til þess að hæja á ef eitthvað svoleiðis gerist, þannig að verðbólgan mun alltaf haldast eins, en hann mun þá samt vera að ná fullt af blokkum það er einmitt, þetta er svo beautiful game theory, það er einmitt eitthvað svona gauðin og Jokerinn í Batman sko, Christian Bale útgáfunni Dark Knight þegar Michael Caine segir sko endanum Batman er að skilja mótið hann sko, hann bara sumir bara vilja bara sjá heiminn brenna sko, það þurfti að vera eitthvað þannig gaur með þannig mótið og búa yfir einhverjum alien-like computer power. Það er ólíklegt. Ég hef ekki... Og hann þyrfti að vera sérstaklega móti Bitcoinerum, skilur ofan á það, því það eru miklu bigger fishes to fry for him. Sko. Það eru margir mjög miklu haters. Það er auðvitað að finna haters. Já. En ég hef ekki miklu áhyggjur á þessu. Nei, ég er sammála. Auðvitað hættulegt að vera bara eins og ég get oft verið, ég get oft verið bara Bitcoin, þetta leysist. Já. En ef allir eru þannig, þá náttúrulega leysist þetta ekki. Einmitt. Þannig að ég varna á að vera ofkærlu sko. Já, þetta er góð punktur sem kemur inn á sko. Ég hugsa með, þú veist, og maður dettur klárlega í það sjálfur, að stundum maður fer að tala Bitcoin eins og náttúrulögmál, skiluru, að bara sem það er. Sem það vissulega er, þú veist, ég er ekki að neita því, en punkturinn er samt sko, þú veist, þetta er sláandi magna, en ég er að segja, þú veist, inn í þessu, þú veist, ástæða fyrir því að þetta virkar er samt sko svo að skilur það er samt fólk sem er að gera einhverja hluti, alveg eins og með bensínstöðunar í borgunum skilur, segjum allir færi bara að segja, herru, við ætlum að hætta að byggja bensínstöðar það er bara veldi, já, einmitt þá alltaf gerist það ekki, sko það er punktur, þetta er sannarlega eins konar náttúrulegumál, það er að vera erfitt að hrekja það, en ég er að segja það er samt, þú veist, auðvitað er áhrif okkar kannski ekki eins mikil og Michael Saylor og eitthvað annar skilur, en við erum alltaf að gera okkar á Íslandi, við erum að gera okkar í Íslandi að tala um þetta, þannig að en ég detti einmitt stundum í þetta, bara svona það er bara ekkert sem getur stoppað Bitcoin og það er sannarlega rétt, en þetta er góð áminning einmitt, maður þarf að halda áfram að tala fyrir þessu og en ok, já, þetta er mjög áhugavert. Já, og ef við tölum þessa $1,000,000 tölu sem að margir eru með í huga, þá er fair value samkvæmt þessu lögmáli er komið í $1,000,000 cirka 2033 eftir þá 8 ár eða tæp 8 ár. Manstu í fljótu bræði hvað þetta ætti að vera 2030 cirka? 2030 2025 í dag. Nei, ég þori ekki að fara með það sko. Nei. En það er kannski 600k pluss eitthvað svo leiðis. Já, örugglega þar 600-ish eða eitthvað. Það er náttúrulega svolítið skemmtilegt með þetta lögmál að auðvitað er þetta fair value, auðvitað er þetta rokka upp og niður, en með tímanum minna og minna virðist vera, en það er þetta farið svo skemmtilega leikum með þetta, það er þetta extrapolata yfirvarpa bara inn í framtíðana bara 2040. Hvað er lögmálið að segja þá? Og það er þetta einmitt 2030, það er bara online reiknivél sem getur bara plugga inn heyrðu, hvernig er þetta komið í 500.000? Það er bara að fara einhverju tölu, 2029, 2030, 2031 hvernig er þetta komið í $10 milljónir? Það sem er svona verð sem að dollarin svona stýttur að fara að vera irrelevant en þá kemur eitthvað ár skilur þannig það er svona gaman að leika sig með þetta og líka hægt að leika sig með þetta í retirement planning eða að mjólka út Bitcoin það er einhverjum tímapunkti náttúrulega ef þú búin að kaupa fullu, viltu fara að nýta þetta af og deyrið þannig að það er búin næs að segjum að er 1 Bitcoin getur farið inn á síðu sem er kalkjulit og miðavettar lögmál og miða við botnin á þessu lögmáli sérðu, á myndinni sem er svolítið stöðugur
sem virðist vera svona absolutt worst case þannig að svona það fari aldrei lengra undir relatively safe að meða við þá línu þú veist, ekki fyrirvalið heldur að það sem þetta hefur verið að fara hans undir og þá getur þú pluggað inn kannski ef ég á 1 bitcoin, halv bitcoin eitthvað og mér langar að taka út í 500.000 mánuði hvenær get ég byrjað að gera það og það endist út æfina ég skil þig, einmitt og mér minnir þetta er þá svona worst case scenario og þetta er orðið svolítið löng saga 15 ár, maður myndi kannski taka þetta alveg þannig í byrjun út það er ekki alveg að marka kannski en það er kannski langt frá að verðist vera það verður svona worst case og þú getur einmitt, ég man ekki hvað árað var en það er einmitt bara eina galskild sem getur bara plugga inn bara eitthvað og ég vil taka 500.000 út á mánuði bara til að minka með vinnu eða eitthvað og þú veist, mér minnir að það verið 2000 ég þóra ekki alveg að fara með það, 2034 eða eitthvað sem við getum byrjað að mjólka 500 skall hverjum einasta mánuði út lífið, miða við rauninni baseline, þannig að öllu líkindum verðið á einhverjum tímapunktum hærra og það sem er líka að vinna með okkur náttúrulega til lengdar er krónan versus dollaran, þó að þessi náttúrulega búið að vera sveiflur í því núna þá er langtíma trendið svolítið hérna þannig að það vinnur líka með sko, það er eitt sem ég er núna að hugsa dálítið mikið þegar ég er að pæla öllu þessu er að nú hef ég telt fram ýmsum rökum í þessu hlaðvarpi fyrir því af hverju ég held að við séum ekki áfram í þessu 4-year cycle yktu bull market, yktu bear market sviðsmyndunum og hérna við vorum á spjallum þetta hérna aðeins áðan sko en hérna ég held einmitt að sé bara tíminn er að tikka þar til þetta er bara búið að debunka sig bara by default sko en ég hef aldrei notað þessi rök en þetta finnst mér núna, bara ég svona, eins og ég er að skilja þetta og með þetta þetta finnst mér að vera gríðarlega sterk rök fyrir þessu með að við ástandin núna og ég hugsa sko 2021 þá voru að fara yfir þetta að þá var þessi toppur 69k í nóvember sem manni finnst bara, ég held ég hafi sagt ég bara verða ónaða skiluru, ég sagði nú blessunlega við frekar náinn ring sem þetta bölaði mér og ragnaði sko að það væri bara verið að gefa bitcoin sko á undir 100k sko ég líka, skiluru, ég var það líka og ég meina, maður bara, you live and you learn en ég sé allavega það, ok, ég veit að þið er kannski ekkert að hlusta með en ég fór satt verst út úr í sjálfur skiluru en hérna sko en þá sér maður að þannig að þá var þetta eitthvað 3x 69 var eitthvað 3x fair value eða eitthvað álíka fair value í síðasta sækul var í kringum 20.000 eitthvað rétt rúmlega kannski þannig að þú varst búin að þessu varst þú búin að alveg overheata like crazy alveg rúmlega þrefalda fair value sem er svakalega mikið og eðlilega þá var bjarnamarkaðurinn hressilega brútal og hefur þá farið botnað á 15.5 sem því að það hefur þá farið talsvert undir fair value líka sem er þá líka eðlilegt en þú veist, þá hefur ég segið ok núna er við eitthvað rétt yfir ég held að fair value í dag sé bara 109 eða eitthvað og við erum eitthvað 115 þannig við erum bara basically on point fair value í dag og þú veist, þá fer maður að hugsa ok, þú veist ef við erum að miða við þetta og það er ekki svo að sé skortur á öðrum rökum líka sem ég hef aldrei notað þessi rök áður en nú finnst mér þetta að vera Þetta er náttúrulega einn bestu rökina þegar nú erstu með gögnin til að bakka upp sko. og hérna þú veist þá erum bara ok þú veist, bara í hvaða veröld og eins og ég hef líka sagt í þáttum eina sviðsmyndin sem ég sé okkur fara aftur í eitthvað svona crazy bear market það er ef eitthvað gerist sem mér finnst vera gríðarlega ólíklegt en eins og þessir dútar, plan B og alltaf að allt innu bara finnum okkur í desember og bara herru vingur byggur er í $500,000 eða eitthvað skilur ég er það nánast ógsandi en ef eitthvað svoleiðis gerist þá getur maður basically gengið að vísu bara ok, við erum að fara aftur í sama ruglið ég er alveg samanlega og það er svona vil ég það heldur ekki bæði held ég ekki að það sé að fara að gerast en ég vil það heldur ekki það er ekki þú veist ég meina, við erum komið meira 22.000 manns og jú, auðvitað er alveg hérna, eitthvað hlutfall sem er búin að setja mörgundur klukkustíma að stúdra bitcoin en að stærstilega til er það frekar venjulegt fólk, þetta er frekar tildulega nýtt og framandi að kannski búin að hlusta á einhver hlaðvörp og svo framvegis skiluru en þú veist, þetta er nýr heimur samt sem áður fyrir flesta
og þú veist, það ekki uppskriftin að því að gera gott mót í ykkur svona nýjum fjárfestinga eignaflokki ef þetta svona galið þá farið þetta sem þú adoptar þetta og svo adoptar þetta á versta tíma en þú veist, var það veldislumalega og virðast þessar búblur og þessi bear market svolítið núllast út og mynda þetta fair value það sem spennandi núna alltaf við erum cirka í fair value en við erum samt sko frá botninum 2022, november, eitthvað aðsvoleiðis þá erum við búin að vaksa cirka 80% ári þannig að við erum búin að vera að vaksa hraðar heldur en veldislumalið leifir þannig að þú veist ég on point núna veldislumalið það en þetta voru búin að vaksa hægar þegar við vorum í bear marketinu skiluru en svona síðustu 2 ár ef við tökum við erum náttúrulega búin að vera bara í steady við erum ekki búin að fá neina parabólu við erum búin að vera bara í steady vexti sá vöxtur, þessi steady vöxtur þessari hallatölu, hann ekki að fara að haldast Nei þannig að á einhverjum tímum þurfum við að fá allavega slétt í 1-2 ár eða eitthvað frekar en bear market en það sem ég held líka þegar við erum í þessum steady vexti mannlegt eðli, það hlýtur að koma einhvers konar manni á einhverjum tímapunkti af því að leið og fólk bara, þetta orðið gefið þetta bara í steady vexti þá fer leverage að gýrast upp og það fer alls konar villis í gang sem það mögulega orsakar einhver smá bear market en ég alveg samanlega, við erum ekki að fara í 80% bear market held ég Nei, það bara, nei skilur, þú veist, auðvitað ekki við vitum ekki framtíðin en ég vorum í hvað 77% síðast 77% dropp eða eitthvað við gætum alveg fengið 70% dropp sérstaklega við förum í eftir í hversu hátt við förum við ef við segjum við færum í, þú veist ég veit ekki, 200 í desember eða eitthvað og það getum hæglega allavega með við sögun eitthvað til farið undir 100 aftur einhvern tíma 70% myndi því að 60 bót mér finnst það að vera ólíklegt ef ég segja eins og en ég meina ég var 100% ég hef aldrei sagt 100% bara prinsip á það, menn ég hef sagt 99% plus að værum ekki fara undir 20k 2022 en eins og við sögum þá og við segjum aftur this time it's different við maður sagði það þá sko að það koma en nú I know við tölum svolítið um því í þetta en það einn punktur með það við sögum vissulega þessi orð sem þessi ummæli sem geymdu svo illa this time it's different en við rættum að hver voru rökin á bakvið ummælin þá og niðurstan okkar var aldrei svo þau voru það veik og það takmörkuð að það voru basically engin rök fyrir af hverju maður var að segja this time it's different það var svolítið money rök og það var svona corporation rök og öll fyrirtækin voru að fara að kaupa fullu sem svolítið að gerast núna það gerist ekki þá það gerist ekki það málið þannig að þú veist og þessi eitthvað svona nation state væðing líka orðin svona þú veist sko einhver leitur búin að vera meiri í orðin á borði en samt ekki skilurðu þannig að ég allavega þú veist ég fullir það, ég ekki í sama manniska ástand og ég var 2001 skilurðu, ég mjög langt frá því og og ég myndi alveg treysta mér að taka heilan þátt og fjalla bara ástæður þess að okkur ég myndi segja this time it's different sko að hvaða leiti þá? Þú veist, hvernig myndir þú spá fyrir næsta árinu eða svo? Sko, ég sem sagt ætla að fá að segja að þessi rök munu automatist dýbankast ef verðið keyrir í einhverjar astnalega tölur þá segir bara þú veist everything's on the table sko en ef við erum að fara núna í þetta sem sagt bara halda áfram að malla á þessum takti sem við erum auðvitað sér maður einhverja sveiflur en þú veist hvort sem vorst að horfa til þessara nation state væðingar það að við erum með sko ríkistjórn í Bandaríkjunum, í Washington sem bara, þú veist, maður ekki í ykkur bíast þegar maður segir að þetta literally crypto administration þú ert með sitjandi forseta Bandaríkjunum sem nýhafinn sitt kjörtímabil sem að tala að gera Bandaríkin að Bitcoin superpower of the world og crypto capital of the world þú ert með þessa ETF-a sem, þú veist, í raun og veru myndi segja að 1,1 á sér
hefði alveg verið rök sem hefði ekkert verið hægt að hunsa og þú veist, að því hver voru rökin sem við vorum að tala hérna 2001, það var aðalega einmitt þessi skráðu fyrirtæki og marka og kannski smá vonasjóðir þú veist, Microsoft og Tesla og eitthvað svona svo skoður bara umfangið af fjármagnsklæðinu frá þeim þar sem þau voru að kaupa þú veist, þetta var í samanburði við það sem við erum að kaupa í dag þessi fyrirtæki, þú veist, það var bara eitthvað grín, sko, skilur þú veist, þetta var það lítið. Hins vegar bæti ég við að í raun og veru það sem ég sé gæti triggerað það að verðið fari í einhverja fjandans vitleysu upp á við, sko, að það eru einmitt þessi treasury companies sem heilt yfir í tek bara fagnandi, mér finnst það jákvætt, mér finnst, þú veist, ég viðurkenni samt á einhvern tímundi mér fara að finnast, þú veist, þetta kom út í smá vitleysu hjá mann eins og Michael Saylor ef að vera alveg hreinskilinn, sko, en ok ég samt skil konceptið, hann segir bara að þetta bara það sem Microsoft gerir og á einhvern tímundi verði bara það hátt á okkar það sem við munum geta keypt áfram verður bara svo fraksjónal að þetta ekki fara að hafa negin áhrif en þú veist, ég sé að hérna gæti gerst að þessi fyrirtæki þeim muni fjölga og sko verði ekki með einn sterkan fjárhag og fyrirtæki eins og Microsoft að komin á slæmum tíma til skemmri tíma litið það myndist eitthvað svona supply shock myndist eitthvað hérna, þú veist manja bæði á svona corporate leveli sem smittist út í retail manju og allt í færið eitthvað galið spæk á verðinu og ef þetta gerist, ég vona sannarlega að þessi atburðarás gerist ekki ég í raun og veru að elska eins og þetta að þróast núna mér finnst að vera bara að þróast á ótrúlega jákvæðan hátt veist, ég væri ekki að segja þetta ef við erum í 80k skilurðu, þá var ég svona ok, þetta ætti að vera aðeins hærra og samanskapi ef þetta verður ekki yfir 120k segjum í nóvember, desember þá samanskapi muni segja að ég myndi vilja hafa þetta aðeins hérna hærra en þú veist ef þetta einmitt svona skyrocketar upp eins og við höfum bara séð þetta gerast ég meina bara eins og gerist hérna oktober 2020 versus svo februar 2021 það er frá 10-11 stólurum í 65.000 þá bara óhjákvæmilegt að við erum að fara aftur í hennan harða bear market Já, ég algjörlega samanlega því og þú veist, þá ég búin að lofa sjálf með því að ef ég byrjar að upplifa það sé raunverulega gerast þá ætla ég bara að nýta öll mín áhrif í Íslu Haðarpi hér til að eitthvað breysa fólk fyrir það, sko af því ég fór einhver veginn bara algjörlega, þú veist og hérna, ég var svo, mér leiði svo eins og væri svo óseyrandi, skiluru og ég var orðinn svo klár og ég var búin að stúdera þetta svo mikið og ég var búin að lesa svo mikið og hérna, svo voru, þú veist, bara fólk eins og foreldramann, skiluru, að bara, þú veist, ok, en hérna, skiluru og ég bara, nei, þú veist, you don't get it, skiluru og eitthvað svona og ég hef líklega örgulega ekkert hlustað á okkur mann eins og mig núna skiluru, fattaru, en hérna, þú veist, en það voru mér sem menn sem voru búin að vera ránd lengur sem sögðu við mig, Kjartan, Bikun ekki farið 100 ás núna. Já, sem voru með það bara. Já, og ég bara sín dæmi, bara sjátt á hann, Kristján Ingi sagði við mig, Bikun ekki farið 100k. Já. Og ég var bara, ok, ég veit að Gunni er klár, en hann samt í ruglinu. Það var að ég hugsa, skilur, svo bara gata, hvað hlustaði ekki á hann. Já, það svo gott núna að vera, einmitt, komið með þetta veldislögmál sem að heldur mér svolítið á jörðinni. Eins og við fáum núna, við erum að sjá 200.000 á þessu ári, sem komin í 200.000 í desember. Þá eru næstu að tvöfalda fair value. Já. Þá svona, veist, það er mjög hættulegt, sko. Til skemmri tíma, þetta þetta komið í 1.000.000 en ef þú ert komin í 180-200.000 og byrjar að taka einhver lán til að kaupa eða eitthvað, þá þarf að passa sig, sko. Og ég myndi bara jável mæla með þeim, ef við erum komin í þessar tölur á þessu ári, þá myndi ég alltaf, ef þú ert með einhver lán á bakinu, sem þú ert búin að vera til að nota til að kaupa Bitcoin, fara sterklega í að borga þess að því tilbaka. Svo það frá tryggjaði, svo finnur í sér aðstöðu í manniðinni og þá maður satt orðið svona eitthvað en býtið, þú veist, þetta ekki bara að fara upp eða skilur mig það er alltaf þannig það er svo gott að hafa þetta ég veit að maður, wow og það sem varst að segja með alla þessa ETF, ríkisstjórnar Bandaríkjanna það er líka að segja að þetta er það sem við þurfum til þess að haldast áfram á veldislögmáls hraða, sko þannig að þetta this time is different finnst mér mjög hérna ég kyngi því mjög illa eða svona, auðvitað veit maður aldrei en ef við erum að fara bara langt yfir veldislögmálið þó þessi ríkisstjórn Bandaríkjanna skilur þá
þá held ég einhvern veginn að sé það sterkt afla að þetta muni toga það tilbaka. Þeir segja this time is different, ég er sannlega ekki að meina this time is different, við erum bara að fara upp. Nei, okay. Ég meira að segja this time is different, að við erum ekki að fá hann íkta búlmarked og hann íkta bermarked. Ég er alveg sammála því. Það er punktur sem ég meina this time is different. Sem að meika náttúrulega sens þegar er lógist að sveifluna fara minkandi, að ef við fáum stabíli búlmarked, þá fáum við stabíli bermarked. Það þýrst eitthvað mikið að gerast til þess að það er ekki þannig, þannig að ef við, hvað segjum við myndum fara bara í 160 ári og það er bara toppurinn þá við förum aldrei 80% niður úr því, skilur við. Nei, einmitt. Og ég minna fjandinn hafi það ef, þú veist, þó að ég skulle bara viðurkenna það, mér finnst, sko, þegar þú ert að fjalla þetta, mér finnst að það er partur af þessu bara Kjartan, af hverju ertu ekki löngu búin að krönsa þetta, skilur við. Mér finnst að ég eigi að þekka þetta, skilur við, þetta er en ég er samt bara viðurkenna heiðlega, maður getur ekki vita allt, maður er ekki að fylgjast með öllu en þetta er eins og þetta er ekki alveg nýtt fyrir mér en þetta er fyrst skipti sem svona ég er búin að læra fullt í þessu og punkturinn minn er þessi fjandinn hafi það ef þetta er samt, það er ekki eitthvað til og BlackRock sem er búin að stúdera þessa hluti þú veist, fattar hvað er að fara, skiljum og þú veist, eftir því sem fleiri þáttakendur byrja að skilja þetta svona stóra samhengið í þessu þá held ég líka partur að því verði eitthvað en svona self-fulfilling prophecy, skilur það er alveg líklegt að þú ert með risaðala sem eru bara með eitthvað ticker sem er bara fair value á Bitcoin, skilur og svo brókið fair value sem við séum komin inn eitthvað næsta ár og fair value er 122k eða eitthvað og verðið er 160, 70, 80k það er bara eftir, nú eru við bara ekki að kaupa nú eru við frekar bara aðeins að offloada sem mun stabilisera bara markaðinn frekar en að það fari bara upp í ég held að sé ekki að fara að leifa því að gerast að það fari upp í skiluru 3x ekki nefn eitthvað svona galin viðburðum myndi gerast þess að til og með þú vantilega kynntir þetta frumvar Cynthia Lummis sem að Bandaríkin kaupi að hværi 1 milljón bitcoin með því að kaupa alltaf 200 bitcoin á ári í 5 ár það er ekki búið samþykkja þetta að vera lögum en það verður að teljast nokkuð líklegt en það getur tekið langan tíma og ég held mögulega að það er samþykkt á þessu ári, það lítur ekki út að vera gert það ef þetta verður samþykkt í óbreyttri mynd það er sagt, sko, Bandaríkin fá að kaupa bitcoin alltaf 200.000 ári það er samt ekki skildað, mættu faktist kaupa ekkert, sko en að hværa þannig 1 milljón bitcoin maximum og kannski áhverjast er að minimum holding period í 20 ár það er bitcoin sem að hværa megið ekki selja í 20 ár nema með því að breyta lögum sem er heilmikið pakki ef eitthvað svona kemi þá mögulega, þú veist, segjum að við finnum okkur í stöðuna Bitcoin í 200.000 í desember og þessi lög, þetta frumvarp var að verða að lögum, skilur og þú veist, Trump og Scott Bessent segja bara, já, við ætlum bara aggressively maximæsa heimildir okkar, skilur, til að kaupa Bitcoin og lágmark halda því í 20 ár með minnum holding period en 20 ár, þá mögulega myndi maður hugsa bara, ok, ég get alveg trú að þetta veldislumál myndi samt áfram sem sagt haldast, en ég myndi halda frá að gera aftur alveg svakalegt ég myndi, í þessu tilvíku myndi ég sjá kannski, ok, ég myndi þá kerast aðeins herra upp í kannski 250 eða eitthvað en inn í end held ég að þyngdarafli í þessu lögmáli sé of sterkt, sko. Við meina 200.000 bitcoin á ári, 5 ár, er þetta ekki bara svipa á BlackRock? Miklu minna. Þetta er aðalega áhrifin í þessu. Eitt af því, eins og ég segi bara, þetta er eitt af þessum stórum gæður sem þurfum þetta stóra fjármagn núna þegar þetta er orðið svona þannig sé stórt og þið lítið en þá til þess að haldast áfram á lögmálinu, skilur og sko, svo náttúrulega ein kenning líka, þú veist, og sko orðin er að, þú veist, að svona sko mögulega er hluti til að þetta frumvarp, að því maður spyr sig, okkur ekki búið samhjöld og er lagt fyrir, sko, einhvern tímann hún alltaf Cynthia Lummis sem er öldungadeildarþingmaður Repúblikanaflokka, hún byrjaði að kynna þetta leik, sko, snemma ást 2004 held ég og búin að tala þetta í svolítið langan tíma er að, þú veist, þeir eru að hugsa, sko, í ríkisstjórninni að bara, þú veist, ef við ætlum að gera þetta að þeir geta ekki bara spontant bara opnað account á Coinbase og bara byrja að kaupa núna, þetta er að vera lögum og það er ekki hægt að hafa, það er svo erfitt að hafa eitthvað annað en full transparency þegar, sko, ríkið á í hlut, skilur út af því að þannig bara virkar leikur fyrir það og þeir eru hugsa, þetta myndi vinna svo svakalega gegn okkur því að vera þetta frontrun okkur svo svakalega því að það eru mörg önnur nation state til dæmis bara í Miðausturlöndum sem eiga fullt af peningum sem eru ekki með þessa transparency hvaðir, sko, þannig að bara þeir eru að fara að koma og nú kerum við þetta upp
þannig að mögulega, þú veist eru þeir að hugsa bara, þú veist, af hverju gerum við bara ekki yfirtöku tilboð á til dæmis fyrirtæki svo strategy, fattur þú hvað er að fara þeir eru með eitthvað, það er 700.000 bitcoin eða eitthvað, þú veist, fattur þú hvað, þú skilur þá myndir þú kaupa án þess að, en hér er þetta komið í annað, en ég er bara að segja, þú veist, ég hugsa bara dilemmaði fyrir að vera svona stór aðili sem þarft að telegrafa hreyfingarinnar svona svakalega langt fram í tíman að þetta er svona pínu, að þú nefnum bara kingir í brókei, þú veist, við erum að fara að fá umlegt verða á þetta og þú veist, en þetta er svona Ég með nokkar glærir viðbót Já, endilega en til að klára rúleikinu pakkan svo getur við tekið þetta upp aftur hérna sjáum við að í rauninni veldisvísin í veldislögmálinu hvað hann er að stabilisast bara með meiri gögnum ég sé reyndar að hann er 5,62 og 5,76 í formúlinu áðan en þetta er hefur eitthvað að gera með þú veist hvort þú takir daglegt verð eða mánaðlegt verð eða árlegt verð svona eitthvað smá fluctuation á því en við sjáum að trendi er að stabilisast ef við tökum næstu glöru bara rúli gegn hratt bara í þessar svo við getum stöldum svo lengi vinna því það var eins og segir gott að glæran sko gott að taka það samt upp aftur sko hérna sjáum við þetta er hérna stólin glæra ég sendi á hann á Twitter baðan leiði hann svaraði mér aldrei en ég stálinni bara og hann hlusta hann aldrei á þetta podcast og það verður bara allt í góðu hann ég held að sé á 70 aldrei eða eitthvað ég held að sé salislegur þetta sýnir að cycles syngur til 1, 2, 3, 4 og appisyngulega er í rauninni bara return, average return á mánuði og við sjáum þannig bara svart og hvítu að average return á mánuði er að minnka með hverju einasta cycle bláa línan er volatility eða sveiflunar og við sjáum að það eru líka minka svakalega með hverju einu cycle ef að Bitcoin væri actually exponential eins og til dæmis Dr. Flow modeli segir þá væri volatility línan hana bara bein það væri alltaf sama volatility að pældi líka þú veist hvernig geta þessir náungar bara hvernig á multi-trillion og nú er það rúmlega $2 trillion asset class en þú veist en ég ekki segjum bara það er náttúrulega auðvitað ekkert bara en það er náttúrulega risa asset ef við byrjum saman fyrirtæki þá er það eitt stærsta fyrirtæki heimi en hvernig ætti þetta geta rokkað með svona miklu volatility skilur, hvernig það er ekki séns að markaðurinn og hvernig sjá ekki, þetta er ekki vitlaus náungi skilur, plan B, ég ætla að neita að trúa því þeir verðast bara fastir í ykkurum skurði Já, þeir eru fastir í fantasíu að fá bara verðbólgu í dollarum bara í dag og þetta kerist upp eins og væmar þú myndir heldur ekki vilja það sko, skilur þú myndir einmitt ekki vilja samfélagi væri ekki á góðum stað sko Nei. og hvers verið er að eiga Bitcoin svaka verðmætt og ert alltaf búin að finna það á í samfélagi Já, það er heimur sem við viljum ekki vera í sko. Það er alveg 100% þannig og líka bara, þessi stöðu í vöxtur er svo stöður þetta er svo, mænirinn hafa tíma til að uppfæra búnaðinn þetta gerist svo þetta er svo miklu stöðura og vænlegra til langtíma árangur sko. að kerfið verði til í 100 ár 200 ár skilur ekki bara í 20 og springi svo ég held að þessi englar í viðbótina nei, það eru 2 allavega 2, já, þetta er næst síðasteldi hérna sjáum við bara gaman að sjá svona visuáli hvernig búblunar eru styrkurinn í búblunum er að minnka í hverjum cycle og hinga til að hafa búblunar vera að minnka með svolítið predictable hætti þannig að í rauninni síðustu toppar það er þetta að finna fall sem að lýsir þeim lækkunum en það er allt annar hlutur heldur en veldislögmálið og fair valueð búblunar er svona, við erum með búblunar og svo erum við veldislögmálið búblunar eru, maður veit aldrei hvað manía gerir eða hvað engin manía gerir meðan veldislögmálið er þetta stöða til lengdar skilur þannig að það er svona miklu erfiðar að fara eitthvað að spá fyrir búblónum heldur en eins og til þess botninu sem við sjáum er frekar stöðugur undir úndalínunni miðinu er cirka fair value og veldislögmálinu þannig við sjáum að bear markets eru miklu meira consistent þeir eru alltaf svona 50-60% undir þessu fair value cirka en búblunar gera
reyndar hinga til predictable, mögulega verður næsta predictable, en ég myndi aldrei þóra eitthvað veðja á það sko. Nei. Og við tökum það á síðustu glæruna, held ég. Hérna eru við komið svolítið skemmtilega tölfræði fyrir núverandi búblu. Ef við skoðum bara hérna aldurinn lengst til vinstri, sést þetta allt eða? Já, cirka. Við skoðum aldurinn lengst til vinstri, 17 ára, það verður þá í rauninni bara í lok þess árs. Já. Þannig við erum að horfa, ef við fókusum bara á miðjulínuna í þessu. Þetta var líka stólur frá sama gæja sem að leiði mér ekki, sem að svaraði mér ekki. Þannig að þetta er bara það í góðu. Miðjulínan, kerfið 17 ára, það er þá cirka í lok þess árs, eða í janúar 2006. Við skoðum svo dálkan hennar 2 lengst til hægri. Þá erum við með sem sagt þá er búið að inn í þessa dálka er búið að faktora rauninni allar búblunar hinga til í sögunni. Það er búið að taka rauninni meðalverðið í þeim búblum og hérna vera að faktora inn í rauninni að búblunar séu svona predictably að minka, að krafturinn sé að minka í þeim. Þannig að búið að taka rauninni meðalverðið yfir allar þessar búblur og svo vera að bera það saman í rauninni við, þannig að við erum að bera þessar tölur saman við gömlu búblunar með þeim fyrirvara að búblunar haldi áfram að lækka með þessum predictable hætti og við skoðum dálkina næst lengst til hægri þá stendur eitt standard deviation sem sagt yfir meðaltalið. Eitt staðalfrávik einmitt yfir meðaltalið. Og ég man þegar hann postaði þessari glæru þá var hann að mæla búlmarket sem cirka svona 2 ára búl og að vera svona einu staðalfráviki yfir meðaltalinu var að gerast í svona 8 vikur að meðaltali. Þannig að það var 2 ára búlmarket að vera einu staðalfráviki yfir meðaltalinu ætti þá að gera cirka í svona 8 vikur. Þess vegna setur hann 8% chance að þetta 8 vikur af 2 árum sem cirka 8%. Má fara rauk fyrir að líkuna séu samt meiri að fara í sónið skilur. Já, einmitt. Það er kannski ekki alveg rétt að flokka þessum 8% líkur. Nei, ég hef einmitt haldið að það væri mjög mikla líkur að fari, ef maður bara segja nærið þessu verði einhvern tímann, það væri, myndi ég halda mjög mikla líkur ef þetta var í 8 vikur eða 8% af held að tímabilinu sko. Já, þannig 8 vikur. Þannig ef við horfum á hérna tökum síðasta dálkinn hann lengst til hægri fyrst. Já. Þá er þetta komið 2 staðalfrávik yfir meðaltalið. Og það hefur verið að gerast í svona 1 viku í þessum búblum. Þannig en svo ég skilur þegar þú segir 1 vikar tala maður meðalverðið þennan tíma sé þetta, eða þú veist í rauninni að verðið sé einu staðalfráviki fyrir ofan meðalverðið í einhverja 8 vikur í hverju búli, skilur. Og meðalverðið, að 2 staðalfrávik yfir meðalverðinu, það er að gerast í cirka 1 viku. Þannig að 1 vika, þá ertu að fara að gambla, er að fara að ná þessu ekki. 8 vikur finnst mér alveg svona, alveg reasonable að ná því að því að 8 vikur er alveg næstu í 2 mánuðir. Það verður spennandi að fylgjast með þessu og sem sagt, þetta er þá vera með að við sem sagt janúar 26 eða lok þessa árs. Þannig ef við erum komin í þetta range sem er 185 til 234, við sjáum sem sagt verðið þannig í miðjulínunni. Eitt staðalfrávik yfir meðaltali og þetta er náttúrulega allt verið að með þetta við veldislögmáli og að búblunar séu að fara minkandi með predictable hætti. Það er margt sem er svona búblunar sérstaklega sem eru shaky. En þá eru einu staðalfráviki yfir meðaltali, þá erum við í 185 í lok árs. Og fair value, ef ég skilja rétt, er 135.800. Fair value væri hann með þannig 195. Við erum í því cirka núna, er það ekki? Við erum í fair value í dag. Þetta er smá, eins og við segjum, hvort þetta taka dagaverð eða mánaðaverð eða ársverð. Það rokkar eitthvað aðeins. Hann er greinilega með fair value þannig 109 í lok árs. Á meðan að reiknivél sem ég hafa með 120 í lok árs. Það skeikar hann 10k-ish. Og ég veit ekki nákvæmlega hvort hann sé að nota hvort hann sé að nota mánuð eða ári þessu. En þá væri samt
Þetta sem eitt frávik yfir eitt staðarfrávik yfir þetta bubble mean, en það væri samt orðið frekar mörgst það var alltaf svolítið mikið frávik frá fair value verðinu, þessi 185 þá eru komin í lokars komin svona cirka 50% yfir fair value. Já, og þannig væri við þá komin væri við komin í frothy shaky grounds myndi ég segja á þessu ári. Ég sammála því, ef við erum að sjá svona verð með það, ég best alltaf að segja bara fyrir mitt leiti, ég hef nú ítrykkað þránd fyrir mér þeirra spáfyrir verð, en ég ekki sjá okkur fara í 185k 200k í lokárs, ég held ekki. En þú veist, það myndi ekki sjokkera mig, skilur þú fattar, það klárlega on the table, sko. Ég bara veit ekki af hverju, ég eitthvað rosa fastur með töluna svona cirka 150k að við verðum ykkur þar, sem samkvæmt þessu þá ætti að vera dálítið yfir fair value. Já, það væri þá alveg svolítið yfir, sko. En ekkert eitthvað svona, það væri samt ekkert orðið eitthvað svona dangerously overheated, sko. Nei. Leðu væri fyrir að fara að nálgast 200k-in á því. En þá var orðið meira þannig, en svo þegar maður setur það samhengi við, sko, nóvember 21 og ég tala ekki hvað við höfum verið þá í febrúar 21, þar fóru í 65.000 eins og mann, sko, febrúar 2001, sko. Þú veist, það væri þá svipað eins og við varum að tala sko, ég veit ekki, $350 eða eitthvað, skilur við, núna, fattar við, í hérna loka á, sko. En hvað heldur þú? Þú veist, nú ertu búin að koma með þetta, hvað er innsæðið þitt? Hvað finnst þér líklegt? Sko, þetta náttúrulega búið að vera miklu stöður á bullrun, en við erum ennþá, finnst mér, bara on track til að fá topp í lokas ás. Já. Þó að séum búin að vera svona að lulla, það var alveg 3 mánuðir eftir og þangað til við erum komin inn í bara desember, janúar og það er ekkert að gerast, þá er það ennþá base case-ið mitt, að við séum að fara kannski í 180 eða eitthvað. Það er base case-ið þangað til annað kemur í ljós. Já, og ég meina fair enough, sko. Einu sem ég meina, það allt eitthvað finnst manni mjög jákvætt núna. Ég veit ekki september sem búin að flottu núna, en hefur sögulega verið mjög dapur. En þú veist, það sem ég horfði samt svo mikið á sko, ég veit að þetta kannski, þið finnst það kannski vera primatífur indikator, en ég enga síður pæli mikið í hann. Það er bara einfallega fyrir en grít indikatorinn. Þú veist, við erum bara búin að vera bara svo mánuðum skiptir og undir 50. Já, við erum búin að vera bara í, það er eins og bara leið og kemur smá hyggst eða dropp, þá er allir bara að byrja að kalla einhvern bjarnamarkað, sko. Og það, þú veist, í þannig ástandi kemur ekki bjarnamarkaður. Nei, þá bjarnamarkað þegar það eru 1-2 að kalla hann, sko. Já, það er svolítið, það er góð punkt. Við höfum ekki fengið að mínum að almennilega manið, sko. En fyrir vikið niðurstaðan búið verða það bara svona jafn og þéttur gangur upp, sko. Algjörlega, eina samanskapi, 80% gangur síðustu 2 ár, velferðslögmáli segir 40. Vissulega. Þannig að þetta er ofræðu gangur. Satt. En ég meina, þetta er náttúrulega bara næstu 3-4 mánuðir sem er að fara að skera úr hvort 4 ára cycle séu over eða ekki, eða hvort þið verið eitthvað. Það er svo gaman við byggunum, maður fær niðurstöðu. Já, algjörlega, bara innan skams. Hvort þetta verið eitthvað stempari 4 ára cycle. Eða hvort við bara séum að malla bara í 120-30 hægt og rólega upp áfram inn í næsta ár, þá náttúrulega þá er þið bara farnir, skilur. Já, ég meina Sailor heldur það, sko, þú veist. Já, hann held það líka síðasta sækul, hann var mjög sterkur í síðasta sækul. Everything is different after COVID printing, sagði hann eða eitthvað. Og maður var alveg gleipað því, sko. Já. Þannig að maður hefur varna á. Og það finnur manni, einmitt, þú veist. Maður er enn með þetta hvað að segja, þú veist, ég aftur með eitthvað svona, þú veist, I guess you could say controversial take, að halda þetta fór í sækulu sem hún að breyka úr því, en nú alltaf finn ég samt þörfuna fyrir að vera með tefla fram meiri fyrirvörum, tefla fram meiri rökum. Já. Hann kemur, Sailor, og hann spurði þessu og hann fer bara að hlæja þegar hann var spurður, sko, þú veist, hvernig heldur hann næsti bear market kemur, sko. Eins og síðast bara. Og hann fór bara að hlæja, þú veist, núna maður bara gaur. Já, einmitt. Þú veist, ángríns, hann bara skilur, þetta er engin bjána þessi maður, hann er rosalega klár. Hann er svolítið manniskur. Hann er manniskur og, veist, en ég meina, ok. Það er alltaf, þú veist, þetta er mitt beskis. Ég segi bara núna officially, ég spái 180 fyrir loka ás. Ok. Bjarnamarkaður, mín í bjarnamarkaður er samt niður í 100 og jável undir 100 ástur. Ok. En, þú veist, ef við höldum að matla áfann bara rólega, þá náttúrulega
veit maður ekki, ef við skoðum hérna bara inn í júní á næsta ári hérna lægsta röðun hérna síðasta röðun í þessu í þessu töflu 17,5, það er cirka júní á næsta ári þá eru komin í frá því són skilur í 210 8 vikunar 210 og 1 vika hana 260 Er þetta core mín, væri það eðlur botn frá core mín er svolítið svona semi-worst case eða svona í kringum einhverstaðar á milli worst case og fair value það sem að einmitt retirement kalkulatorinn er að faktora inn og ég held að sem er ennþá meira byrjus eða svona ennþá meira varkar heldur en meðaltalið, hann er bara eiginlega absolute worst case sko. En já, þú veist, ef við höldum að matla, ef við segjum við fáum ekki ef við höldumst undir 150 út árið, skilur við þá held ég að sé eitthvað að breytast. En við gætum samt alveg, segjum að það gerist segjum jafnvel að bara verðið for some reasons væri bara í 110 í desember sem ég mjög samt en hérna, gefum okkur það verði það samt ekkert hérna, það debunkar ekkert endilega eða sem sagt cancelar ekkert þennan veldisvögg alls ekki það auðvitað þolir alveg nokkuð langan tíma skulum segja í frávik sko, frá því algjörlega ég held eitthvað fyrir mitt leiti bara, þú veist, því sem var optimal þróunin á Bitcoin þar ef við höldum áfram einmitt að vaksa í þessu veldislögmáli en náum einhvern að gera eins hvað ég segja döll og kostur eða fattur hvað að vara skilur ég veit ég að byggja mikið ég veit að byggja 55 og 16 árum skilur á svona döll flatan hátt er dálítið delusional kannski en þú veist, þá ég bara smá delusional en ég bara segja, það væri þetta mest optimal þróunin sko ég finn það bara á þú veist, núna, þú veist, það var aldrei ég visslega ekki með eitthvað hérna, sko data til að staðfesta en samt jú reyndar en hérna að einhver leiti, en þú veist, ég fullir það bara, það er sem sagt, hafa aldrei að fleiri verið að gera gott mót hafa aldrei að margir verið að gera gott mót á myntköpum eins og bara akkurat núna síðustu þú veist, 2 ári eða eitthvað beislega bara ef við tökum frá því við spjöllum saman 2003, þá er fólk bara þú veist, lang flestir eru búin að vera að gera gott mót og ég er ekki sannfærður að það væri raunin ef við hefum einhvern keyrt upp í þú veist, bara skilur einhverja fárlar tölur og svo kemur eitthvað 70% dropp og svo, þú veist, fattar það er bara rosalega erfitt að gera gott móti, sérstaklega fyrir massan þannig að hafa meiri sem fyrir mig var það overvitt 2001 sko einmitt, þetta er búið að vera bara svoleið sko, en eins og ég sagði þá ef þetta mallar svona áfram, ég held að koma alltaf einhver manni á einhverjum tíum það er bara mannlegt eðli sko. En eins og búblunar þær eru að minnka í krafti hvert einasta sinn verðist vera og ég held að þurfa eitthvað virkilega mikið að gerast til þess að fáum jafnstóra búblu eins og 4 árum áður ég sé það einhvern veginn ekki gerast sko. Þannig að þetta er en veldislega er náttúrulega þetta er svo öflugt dæmi að það er náttúrulega lang þægilegast og bara örugast og bestur í lífmanns að fylgja bara því að vera ekki að spá í núna eru að fara 50% yfir lögmálið og fara svo droppa undir aftur að ég meina þó við förum 50% yfir núna í ár í 180 þá er fair value 180 ég meina það er bara komið eftir 2 ár skilur við þú ert að fara að taka einhverja sjensa að þessi toppur og í stæðan fyrir að býða bara 2 ár og vera örugur skilur og þú veist 1.283-ish Það verður ótrúlega áhugavert að við fáum visslegur segir úr heilmiklu skorið með þetta Fourier cycle þegar í argjúli bara á næstu mánuðum basically sko en það verður ótrúlega áhugavert að sjá þú veist að þegar núna þetta er að koma meiri umræðina þessi sem sagt vöxtur bitcoins í veldislögmáli og ég hugsa að þú veist þú ert mögulega svona mjög framalega í einhverju trendi sem er að fara að verða mainstream hjá bitcoinerum, við erum ekki komin að þetta er ennþá nýs svona stöf sem þú komið núna en ég held að bitcoin er að verði mögulega eftir 2 ár verður þetta bara basic og eitthvað skilur þú veist það er að segja allir verða að byrja að stúdera þetta og þá eru áhvert að sjá sko,
hvar verður við til 2033 ef þetta heldur áfram, skilur veldislögmálið, sko. Akkurat, já, þetta mjög áhugavert en auðvitað það fyrir valjúið og ég meina 2033 eftir 8 ára potið ennþá að rokka eitthvað kringum það. Þannig að ég meina við getum verið 1,2 eða við getum verið 700.000 en fyrir valjúið svona, það svo gott að hafa það að þá ertu með líka bara, að því að það enginn vonandi enginn að fara að holla að eilífu. Nei. Þú vilt fá einhverja, kannski búin að býða það sko heilt þáttur til að fara til þá heimspeki að gera það en gefa bókina David Zero já, einmitt, nýta peningi með á lífi David Zero, mælum þeirri bók þú nefnir hana en hvað var ég að segja? Ég datta aðeins út hana að þetta sem sagt það er gott að hafa fervalið einmitt, ef þú ert búin að vera eins og það er svo ógeðslega erfitt að þetta er búið að vera svona djúvöld að draga með byggunni að fresta öllum kaupum endalaust að þetta er alltaf að hækka að geta þá haft eitthvað viðmið það sem við erum bara nú erum búin að býða 2 ára með uppfæra bílinn eða eitthvað skilur og núna eru komið 50% fyrir ofan veldislega og það tekur 2 ár fyrir veldislega að ná verðinu sem við erum í dag núna er fínt tími til að losa þessu út skilur, bara til að gera lífsið betra og samanskapi koma þingar inn ef við komin eitthvað langt undir veldislega Já, ekki spurning, ég tek heilsur undir það að þetta ég allavega sannlega að tala fyrir mitt leiti ég ætla bara að stúdera þetta meira þetta veldislega og reyndar vil ég meina að þessi þáttur samt þetta var alveg það ítaleg samantekt á þess að þetta myndi halda svona nóga stúdera upplýsingar sem komið fram í þessu þætti fyrir flesta, en mér finnst það gríðarlega spennandi og ég ætla allavega sannarlega að stúdera þetta ef ég stend sjálf með því að finna fyrir einhverju crazy FOMO við skulum segja 180k í desember að ég þá ekki að fara að maksa yfirdráttu minn enn frekar, ég að vissu búin að en það önnur saga Víkingur Hauksson, ein spurning kannski áður við segjum þetta gott getur fólk ennþá nálgast þig, nú ertu náttúrulega að gera alls konar en síðan varstu í því að bjóða ráðgjöf og svona það ég menna ef einhver hlusta og hefur áhuga á kíkja í tíma þá það ekkert mál en ég það að fjara út, ég rættur auðvitað mig ég skil en ekkert mál að hjálpa einhvern það aðstofa samt. Ok. Herru, Víkingur, ég þakka þér bara kærlega fyrir skemmtileg spjall, frábæri yfirferð, þetta er ótrúlega áhugavert, ég mæli með fyrir alla að stúdera þetta er bara, þetta getur skipt sköpum, eins og ég get ekki útskipt meira hvað ég hefði viljað vita þetta og þekkt þetta 2001. Algjörlega sammála. Það er rosalegt. Algjörlega sammála. Þannig að Víkingur, takk en hérna frá. Takk hérlega fyrir mig. Og þakka ykkur kærlustundur fyrir samfélgina. Við heyrumst og sjáumst aftur af vikuleiðinni. Þannig til næst, verið sæl.